Góðan dag, Friðrik heiti ég og mér langaði að kynna í stuttu máli námsleiðir svo kallaðar við menntavísindasvið og hér sjáum við nöfnin á þeim. Við erum að tala kennslu starffræði. Það eru tvær námsleiðir, ein heitir M.Ed og önnur heitir M.T. og svo þriðja námsleiðin sem hér verður talað viðbótar diplóma svo kalluð. Lítum aðeins á þetta nánar. Það í fyrsta lagi kennsla starffræði M.Ed og í öðru lagi kennsla starffræði M.T. og svo erum við sem sagt eins og þú segir að tala viðbótar diplóma í faggreina kennslu og nú skulum við líta á hverjum hentar hvað. En áður en við gerum það ætla ég að leyfa mér að bregða upp hérna mynd af húsinu okkar. Þetta sem sagt hús menntavísindasvið sem við Stakkahlíð og þessar námsleiðir sem við erum að tala núna tilheyra deild faggreina kennslu sem ein af deildum menntavísindasvið sem eitt af sviðum Háskóla Íslands. Og staðsetningin sem sé Stakkahlíð í augnablikinu en allir hlakka til að flytja vestur og hér má sjá kannski ekki akkúrat dæmigerða nemendur af menntavísindasviði en gott og vel. Þarna fólk greinilega á vesturleið og við hlökkum svolítið til erum pínu spennt fyrir því að flytja í húsið sem allir þekkja sem Hótel Sögu. Það verður einhvern tíma á næsta ári, ég þarf ekki alveg að fullyrða hversu langan tíma það tekur. En umræddar námsleiðir heita kennsla starffræði, lýsir sér sjálft að þetta fyrir þá sem hafa áhuga á starffræði kennslu. Það hægt að taka kennslu starffræði til 120 eininga M.Ed og það hægt að taka M.T. og þetta þá hugsað fyrir þá sem hafa verið í kennaranámi og eru með B.Ed í grunnskólakennslu og hafa valið sér starffræði þar. Það heitir B.Ed í grunnskólakennslu með áherslu á starffræði. Grunnnámið sem sé og það sem við erum að tala hérna beint eðlilegt framhald af því. Það kæmi líka til greina fyrir þá sem eru með BS-próf í starffræði eða segjum sambærilegt að leggja leið sína inn á þessar línur og svo það í þriðja lagi svona aukreitis hægt að taka 60 eininga viðbótar diplómu ef maður þá þegar komið með leyfisbréf en vill bæta við sér svo litli starffræði menntun segjum eða fyrir þá sem hafa meistarapróf í viðkomandi grein þessu tilviki sem sé starffræði þá kemur til greina að leggja leið sína í þessa 60 eininga viðbótar diplómu svo kallega. Veit nú ekki hvað það góð íslenska. Örlítið að því ég búin að tala hérna M.Ed og M.T. Ef einhver skildi vilja vita hver munurinn á því þá bara að rýna þarna í svona góða fjarsjá og þá sér maður munin en sem sé M.Ed meistarapróf segjum þar sem að inni felur í sér lokaritgerð, allbitastæða lokaritgerð meðan M.T. nýrri lína þar sem hægt að ljúka námi til leyfisbréfs án þess að gera lokaritgerð. En þessar leiðir eru þá hvorutveggja í boði, þessar námsleiðir eru báðar á menntavísindasviði. Og hér datt mér í huga að setja upp þessar liti svona til þess að vísa til fjölbreytileikans. Það kannski segir sig sjálft ef maður leiðir hugan að því að á menntavísindasviðið sem höfuðvígi kennslunar á Íslandi að þá náttúrulega lögð áherslu á fjölbreytilega kennsluhætti. Ég aðeins að minnast á það að það hægt að vera bæði í staðnámi og fjarnámi sem kallast. Menn eru nú að deila það hvað fjarnám feli í sér en í flestum tilvikum þýðir það að fólk þarf ekki að mæta reglulega en mætir í staðlotur. Og námsumhverfi okkar allt á Canvas sem sem sagt fjarnámsvefur getum við sagt og yfirleitt fara öll gögn í gegnum hann. Þannig að þetta aðgengilegt fyrir fólk við ýmsar aðstæður getum við sagt. Örlítið að tilgreina hvað sé fengist við á þessum námsleiðum að þá kannski segir þessi sjálft að við erum að tala starffræði og starffræði menntun við erum líka að tala námskeið sem lúta almennri hæfni það gæti verið náms- og kennslufræði og þroskasálafræði og eitthvað slíkt en hér leyfði ég mér að bregða upp nokkrum heitum á námskeiðin sem hafa verið á þessum námsleiðum bæði M.Ed og M.T. augljóslega þeir sem að taka M.T. taka fleiri námskeið heldur en hinir sem að taka margar einingar í ritgerð
segir sem kannski sjálft, en þarna minnst á nokkur hugtök úr stærðfræði. Við erum með námskeið sem snýra rannsóknum á sviði stærðfræði menntunar, það sem verið að beina sjónum annars vegar að stærðfræði nemanda og hins vegar stærðfræði kennara, og svo erum við líka með námskeið sem snúast algebru, strjála stærðfræði, alls konar stærðfræði greiningu, eins og gefur að skilja, allt eðlilegt sem hluti af stærðfræði náminu. Nú vettvangsnám ber öllum saman að sé mjög mikilvægur þáttur í kennaranámi. Þannig að kennaranemar fara á vettvang og æfa sig, reyna að spreyta sig á kennslu, sem ykkur að segja náttúrulega skemmtilegasta starfi í heimi, það nú að segja, að þá yfirleitt hægt að leita til reyndra kennara og þykir mjög mikilvægt og gagnlegt að geta leita til reyndra kennara á vettvangi til þess að kynna sér svona hvernig starfi gengur fyrir sig. Og hér rétt að minnast á það, ég kalla þetta útfærslu vettvangsnámsins, að núna í seinni tíð hefur fólki staðið til boða að sækja þessu auglýst störf í grunnskólum og fá launað starf metið sem vettvangsnám. Það kannski ekki allir sem að fara þessa leið og geta þá tekið bara hefðbundið ólaunað vettvangsnám. En það kemur hvoru tveggja til greina og þetta svona hluti af því að það verið að hvetja fólk til þess að sækja í kennslu. Það með kennarastarfið eins og mörg önnur störf að það vantar fólk. Og hluti af þessu líka hinn svo kallaði hvatningarstyrkur, að ríki greiðir fólki styrk sem í þessu námi í 2 hlutum og það hægt að sækja alltaf 800.000 króna styrk til þess að ljúka þessu 120 eininga námi sem hér var nefnt. Það býsna hvetjandi og hefur held ég mælst bara mjög vel fyrir. Nú þegar maður búið með þetta nám þá náttúrulega eðlilegast að maður gerist stærðfræði kennari, en það nú eins og oft vill verða í lífinu að fólk sækir í alls konar önnur störf og hér minnst á það að nýleg lög eru þannig að það orðið bara 1 leyfisbréf fyrir alla kennara á öllum skólastigum. Kostur við þetta væntanlega sá að fólk getur sótt kennslu á fleiri skólastigum heldur en að upphaflega gerði ráð fyrir, getur hugsanlega farið úr grunnskóla í framhaldsskóla og öfugt. Nú og sjálfsagt að nefna það hérna í forbífarten að það eru fjölmörg önnur atvinnutækifæri í til dæmis menntakerfinu. Það ekki sjálfgefið að allir útskrifaði kennarastarfi við kennslu. Þeir sem vilja vita meira, kynnast menntavísindasviði, geta nýtt sér þjónustu sviðsins eins og hér nefnt. Það má senda tölvupóst, það má hringja og það má skoða heimasíðu menntavísindasviðs. En ég vona bara að þetta hafi komið einhverjum að gagni að fara yfir þessar upplýsingar. Takk fyrir.